En síðasta sólarhringinn hafa samgöngur farið eðlilega úr skorðum og þá svona forvitnist leið hvenær allt kemst svona í rétt lag á nýjan leik. Og hann á línunni hjá mér, Jóhannes Svavar Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó. Góðan og blessaðan daginn. Jú, góðan daginn. Það svona eðlilegt að ykkar samgöngur fóru úr skorðum í gær, líkt og hjá öðrum? Jú, við náttúrulega fundum tilmýlega fyrir veðrinu og tókum ákvörðun í samráði við svona almannavarnanefndir að bara hætta akstri 6-leytið og fyrr út á landi reyndar. Já. Þannig að þetta hefur lukkast mjög vel að mínu mati. Fólk tók svona almennt vel í þetta og var vel undirbúið, þannig að við erum allavega ekki fengið rosa mikið að kvörtunum, en ég held að fólk hafi sýnt þessu mikið skilning. Já, ég held að fólk hafi bara verið duglegt að sýna þessu skilning og bara komið sér til síns heima í gær. Já. Algjörlega. En samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, þið eru farnir að Strætó farin að ganga þar? Já, við byrjum svona upp úr 8 að senda Strætóðan á stað. Vagnstjórar að mæta 6-leytið í vinnuna og þeir fyrstu sem að ná í vagnstjórana mættu 5:30 og þá var töluvert mikið rokan eftir, þannig að við tókum bara ákvörðun það að hefði ekki akstur fyrir að lagði meira og svo tekur svona góðan klukkutíma að safna vegsturum saman og koma þessu kerfa stað, þannig að svona upp úr 8 fyrir þetta alltaf að rúlla og er komið held í þokkalegt standfjörni í höfuðborginni. En hvernig með landsbyggðina? Það eru Hellisheiðin og Þrengslin voru lokuð eitthvað til rúmlega 8 og í framhald af því þá settum við kerfi í gang og ég held að fyrsta ferð sé að fara frá Selfossi 10:50 eitthvað leys og úr Reykjavík eitthvað þá klukkutíma setna. Það er einhver kestla líka, það er síðan ekki vagnar í uppsettir Árnessýslu fyrir setnipartinn og einhver tíma rúmlega hátið hérna á Stokksfirði og Eyrarbakka. Við keyrum eins og staðinu í dag ekki lengra heldur en á Hvolsvöll og henni að vagnin frá Höfn, hann fellur niður og það er út af vindaspá og viðmiðum í vindum sem við miðum við hérna. Já. Síðan er þetta náttúrulega bara smátt að komast í gangin eftir því sem veður lægir og heiðar og annað opnast, þannig að fólk er bara hvatt til þess að vera að skoða okkar heimasíðu og sjá tilkynningar hvernig vagnar og ferðir fara svona detta inn út á landi. Já, ég segi að það eru raun engar ferðir sem áallar eru norður í svona eins og staðinni núna allavega. Nei, það er ekki eins og staðinni núna, það er ég held að sé ófært á heiðum og vinda viðmiðin á ákveðnum stöðum það mikil að við sendum ekki vegna, við setjum öryggið ofar öllu. Já, sjálfsög, það skiptir öllu máli. Jóhannes, takk alveg fyrir þetta, við fylgjumst með og einmitt hvetjum fólk til þess að fylgjast vel með inn á strætó.is. Já, takk alveg fyrir þetta. Kæra þakkir. Já, hafleis. Já, ég sé einmitt inn á síðan nýbúið að uppfara inn á strætó.is og þar kemur fram að fyrsta ferð dagsins frá Mjódd er klukkan 10 núna á Selfoss og fyrsta ferð dagsins frá Selfossi en klukkan 10:52 í Mjódd sem leið þá 52. En já, eins og hann sagði, ferðin frá Höfn fellur niður sökum veðurs, allavega að Hvolsvelli, en frá Mjódd klukkan 13 einungis eins og staðinu núna að Hvolsvelli eins og hann sagði okkur. En já, allar nánar upplýsingar eru uppfærðar þarna inn á síðunni reglulega, þannig að það er að gera fyrir ykkur sem ætla að taka strætó í dag að fylgjast vel með öllu þar.